Cheesesteak takk 1. Jæja. Góðan, ég kom með nýtt, það skjár hérna fyrir ofan. Takk þetta aftur. Góðan daginn, kæru vinir, kæru ættingjar og kæru áhorfendur. Allavega, í dag ætla ég að búa til í þessari samloku-seríu, betur mér ekki í fókus. Jú, ég sé þetta nefnilega allt núna, sko, ég er svona þokkalega í fókus allavega. Ég ætla að búa til banh mi samloku, grísa samloku. Þetta eru víetnameskar samlokur og banh mi þýðir í rauninni þessar allar samlokur eða eitthvað í þessa áttina. Og þessar samlokur svona spretta upp úr slitunum á milli Frakklands og Víetnam. Þegar Frakkar loksins hættu hérna nýlendu stefnu sinni í Víetnam. Þannig að í rauninni má segja að banh mi sé eitt af þessu góða sem sprettur upp úr nýlendu stefnu. Frakka allavega. Þetta er svona asískt-franskt fusion svolítið. Þetta er mjög skemmtilegt. Ég hef aldrei farið til Víetnam og þið getið skammað mig þeir sem hafa farið til Víetnam ef ég er að gera eitthvað vitlaust eða eitthvað en ég ætla að gera þetta bara svona þokkalega rétt. En ef við ekki að telja í hvað er í banh mi samloku. Lime og sítróna, chiliar, gulrót, gúrka, daikon. En þið þurfum ekki daikon ef þið finnið það ekki. Það er alltaf að hafa bara gúrku og gulrót. Kóríander, fiskisósa, þetta er hoisinsósa og hrísgróna edik. Svona, ég veit ekki af hverju ég sé þetta á öllum þessum veitingastöðum. Hérna, Maggi Smackverfeiner, skýta fyrirtæki sem býr þetta til. Þetta er hérna helvítis Nestlé sýnist mér. Fyrirgeðu. Ég reyna að kaupa sem minnsta Nestlé. Majónes, þannig kemur franska stemningin. Hérna erum við með engifer, svo erum við með hérna pate. Þetta er grísapate. Baguettan, sem er náttúrulega gerir þetta svolítið franskt. Hérna er ég með, þetta er svo mikið sem, þetta er sósa. Ég bjó hana til í seinustu þáttaseríu með sveppina og þetta er sterk sósa. Þetta er sriracha sósa. Og svo bara grísakjöt. Við byrjum á því, það er tvennt sem þarf að marinerast, það er reyndar þrennt, eða fennt. Við byrjum á að marinera. Já, ég ætla að byrja að marinera grænmetið af því að ég þarf ekki að þrífa grænmetið eftir þetta eftir kjötið. Mér finnst þetta græna mega gott og bara reyna að hafa í svolítið litlum bitum. Alveg hérna. Ég ætla ekki að nota miðjuna. Svona. Þetta er fínt. Þessar er gulrótin. Það er bara sama. Svona. Sama með daikonið. Ef ykkur veit hvað daikon er á íslensku, með endilega láta mig vita. Nóg grænmeti í bili. Þetta fer bara í skál saman. Ég ætla ekki að setja í skál saman strax. Ég ætla að setja hrísgrjóna edik. Sumir setja sykur út í, sumir setja salt út í. Ég ætla að setja hvorugt. Ég ætla bara að hafa þetta svona. Tilbúið. Úps. Næsta sem ég langar að gera er að skera niður kjötið. Þetta er á beini. Ég ætla að skera það bara alveg ákveðlega,
þunnt. Það er ekki nema eitthvað svona. Ekkert of þunnt, ekkert of þykkt, en frekar í þynnra lagi. Skella þessu bara hérna á, svona. Til að setja smá af Maggi, en það má sleppa því. Hei, gleymdi einu. Ok, ég set þá salt út í. En bara smá. Það sem ég ætla að gera er að ná hérna berkinum utan þessari. Svo ætlum við að nota safan. Og við næja honum. Nei, skotans. Ég sé síma minni hérna núna. Það er leiðilegt. Hvað er hann út fyrir? Svona. Þetta var í fyrsta skipti sem ég var mjög ánægður að vera með hennan skjá. Þannig að nú get ég séð hvort það sé eitthvað rugl hérna. En núna er síminn farinn. Sem er einmitt að taka hana sem er gerast hérna upp. Gott að merja læmið svolítið. Það maður ætlar að ná okkur saf úr því. Sítrónubörk líka. Smá þessu líka. Og stilkarnir eru góðir, ekki gleyma þeim. Það er gott að setja þetta í matvinnsluvél líka. Ekkert verra allavega. Nú er kjötið orðið pínu grátt, en það er út af sítrónunni, sko. Og læminu. Smá olíu hérna yfir. Hörðu, ég er að gleyma einu. Ég ætla að raspa hérna niður engifer. Nú er þetta tilbúið. Marinerast þetta bara með hérna grænmetinu. Og við þurfum bara að bíða í svona cirka, hvað við segja, klukkutíma. Ég ætla að setja chili út í grænmetin, sko. Grænmetið. Finna grænmetið aðeins byrja að mýkjast upp. Smá salt út á kjötið. Leiðum þessu bara marinarast og svo kem ég bara eftir svona klukkutíma. Klukkutími liðinn. Við förum bara að setja þetta saman. Smá sósa. Majónesu drulla og hausinn. Þetta er eiginlega, sko, mínu uppáhalds barbecue-sósa. Smá af Maggi-sullinu. Frakkland hittir Asíu. Það sem ég ætla að gera, plata ykkur. Hita þessa almennilega. Sko, venjulega er þau með aðeins þykkara brauð. Þannig þessi dag er bara með aðeins lengra brauð. Opna það bara svona. Og brauðið er kalt. Með að vera með þessu, getum við alveg preppa á undirlagið hérna. Ætla ég að setja patið. Patið er komið á. Ég er mikill samlokumaður. Ég er gaman að éta samlokur. Búið til samlokur. Mér samlokur geta verið bara svo ógeðslega margt. Eins og sést kannski í þessari seríu sem ég ætla bara að gera, sem ég er að vinna í bara núna. Og hérna já, hann er eitthvað svo þetta er eitthvað svo vítt. Nægur hiti. Skellum kjötinu á. Sjáu þið kjötið núna aðeins, það eru vel grátt. Það er bara sítrónan að elda kjötið. Lyktin er himnesk hérna uppi núna. Og meðan ætla ég að smyrja lókuna með special sósunni.
Ok, svona lítur þetta út núna. Nú er þessum fallegu litum hérna, daikonið og gúrkan og setja smá chili þó hann sé ógeðslega heitur þessi chili. Og svo setjum við punktinn yfir yfir með bara nóg kóríander, nóg af öllu. Hérna erum við með banh mi samloku. Og banh mi getur verið hvað sem sko. Það er allskyns banh mi. Leitið bara að það er sett B-A-N-H-M-I eða öfugt. Ég veit ekki alveg hvernig það kemur, ég veit ekki alveg hvernig skjáurinn en allavega. Fersku kóríanderinn alveg beint í andlitið. Kjötið alveg yndislegt. Þetta er mega gott. Takk kærlega fyrir að horfa. Ég ætla að vona að þetta inspirerir ykkur til þess að gera banh mi samlokur. Þurfa ekki endilega að gera þetta, en þetta er bara svona ein útgáfan af hvernig banh mi samloka getur verið. Og endilega likeið, deiliði, og shariði. Þú má kommenta hérna niðri. Ég segði bara gott í bili. Við sjáumst næsta fimmtudag. Nema þessi þriðjudagsþáttur. Ég er ekki búinn að ákveða þetta. Ég sjáum bara til. Og nema þessi að horfa á þetta sjónvarp í símans bara eitthvað á. Þau eru að horfa kannski á 5. þátt núna í röð eða eitthvað. Já, ég ætla bara fara að fá mig kvöldmat. Við sjáum síðar.